Greenfish hugbúnaðarlausn í sjávarútvegi. Hugmyndin kviknar í rauninni þegar að Sveinn, stofnandinn okkar, í HR og að gera lokaverkefni sitt sem fólst í því að hann tók viðtöl við stjórnendur í sjávarútvegi og var í rauninni að spyrja hvar væri helst svona pláss eða tóm fyrir nýjar tæknilausnir og þá sérstaklega með áherslu á gervigreind. Og þá var svona rauði þráðurinn í þeim viðtölum var sá að það var ein hlið veiðanna sem hafði orðið svolítið eftir og það var hvernig ákvarðanir væru teknar val á veiðarsvæði. Fram að þeim tímapunkti höfðu mikið verið notast við bara Excel-skjöl þar sem að hnit voru. Þá voru gjarnan skoðaðir bara gamlir veiðipunktar í júní í fyrra, veit ég oft hér og það fer auðvitað bara að mörgu leyti til eftir sjómönnum skipstjórum hvaða veiðarsvæði valin eða hvaða aðferð valin við val á veiðarsvæðum. Og Sveinn tók þessa hugmynd, fór með hann áfram, hringdi í Sigurð Bjartmar sem tæknistjórinn okkar sem var þá að vinna hjá Evrópsku geimvísindastofnuninni, var mikið að vinna með gögn úr gervihnöttum, gervitunglum og túlkaði þau gögn, framreiða þau, safnaði þeim saman, skipuleggja þau. Og þeir sáu svolítið tækifæri í þessu að nota þessar miklu upplýsingar sem verið að safna úr gervitunglum hafið, veður, sjólag og reyna að búa til nýja þekkingu með þessum upplýsingum. Og þá koma afladagbækur svolítið inn í það líka. Ef við blöndum þeim upplýsingum saman við þær upplýsingar sem við höfum það hvernig sjórinn og hvernig hafið hefur verið, hvernig veður hefur verið, hvernig hitastig hefur þróast, þá hægt að svona þróa og þjálfa módel sem að þekkir allar veðuraðstæður, þekkir hafaðstæður, þekkir hvernig hafið hefur breyst, hvernig þessi tiltekna tegund hefur hagað sér þegar hafið hefur verið með þessu móti. Og þetta svolítið nýja þekkingin sem við erum að bjóða upp á, að í rauninni lita sjóinn og svona benda útgerðum, flotastjórum, skipstjórum, sjómönnum á það hvar sögulega séð þessi tiltekna tegund hefur helst vilja vera, í hvaða aðstæðum hefur hún helst verið að leita. Við fengum mjög gott, svona góðan fyrsta partner sem var American Seafoods í Bandaríkjunum sem risastór útgerð með 6 stóra verksmiðjutogara. Það hjálpaði að þeir voru að nota þetta og byrjuðu svona fyrsta nafnið. Ferli virkar oftast þannig hjá okkur núna, hjá okkar viðskiptavinum, að þeir nálgast okkur eða við komum okkur í samband við þá og fáum þá að heyra hvaða tegundir þeir eru í helstu vandræðum með, hvort það að reyna að forðast það, fá einhvern óæskilega meðafla, til dæmis með lax í Beringshafi, þá það mikið vandamál, eða hvort þeir að leita einhverju tiltekinni tegund eins og túnfisk eða lýsing eða tannfisk. Það eru fjölmargar tegundir sem við erum að leita uppi og þá í rauninni hefum við samtalið við þá útgerð, spyrjum hvaða veiðisögu þeir hafa varðandi þessa tegund, hversu lengi hefur þessi tegund verið veidd af þeim, hvaða gögn hafið þeir safnað það, eru þeir með nákvæmar afladagbækur 5, 10, 15, 20 ára aftur í tímann. Ef það tilfellið, þá eru allar forsendur fyrir því til staðar til þess að við getum þróað módel, því að við erum síðan með umhverfisgögnin aftur í tímann frá NASA, frá EUMETSAT og alls konar veðurfræðistofnunum, þannig að við erum ekki bundin við tiltekið hafsvæði. Getum gert þetta hvar sem að því gefnu að afladagbækur séu til staðar sem eru sæmilega nákvæmar og eru nógu langt aftur í tímann til þess að sé hægt að taka mark á þeim. Við erum mjög ungt fyrirtæki og í rauninni fyrsta varan okkar var gefin út sumarið 2005 og núna erum við með einhver 60 módel í þróun og kúnna í öllum heimsálfum, þannig að þetta búið að þróast mjög hratt og það mjög erfitt að sjá svona langt fram í tímann, en við ætlum bara að halda áfram að vaxa. Þetta flókið ferli og það mikilvægt að hafa öll tól og allar upplýsingar sem í boði á borðinu þegar þú tekur þessar ákvarðanir. Lausnin á ekki að taka ákvörðunina fyrir þig, en hún í rauninni á að vera nýtt hjálpartæki, eitt af mörgum. Og við fáum ítrekað beiðnir alls konar lausnir. Við erum að einbeita okkur núna að þessum veiðispám, en það alls konar tækifæri þarna úti sem væri mjög spennandi að fylgja eftir.